Já, þau eru mörg slagorðin sem við fáum að heyra og eitt þeirra hljómar svona vestur í vetur, eða komdu vestur í vetur og við ætlum að hlýða því. Og sú sem að hvetja okkur til þess er Díana Jóhannsdóttir, hún starfar hjá Vestfjarðastofu. Heil og sæl. Sæl og blessaður. Hvað segir þið, ef að drífa okkur vestur? Já, endilega. Okay. Við viljum bara hvetja þig og alla hina koma og kíkja á okkur. Já, og hvað var ég svo að gera þegar ég komið vestur? Heyrðu, þú getur nú heldur betur bara valið úr veislunum held ég. Það er ýmislegt í boði. Það þú verður auðvitað held ég að koma skíðin. Ég held að það sé svona, það er lágmarkskrafa, sko. Já, þarna talar sennilega formaður skíðafélagsins eða... Já, hann talar hérna líka, sko. Já, en Ísafjörður og Vestfirðir eru svolítið að keyra sig inn sem svona mekka gönguskíða á Íslandi. Já. Það er búið að leggja spor bara út allt. Við höfum sannarlega fengið góðar sendingar núna af Hvítagulli. Þannig að við erum vel sett. Já. Og viljum endilega fá fólk á gönguskíði og svigskíði og fjallaskíði. Akkurat, já, ég séð alveg að þið eru aflegufær með snjóinn. Já, við höfum stundum, það hafa komið vetrar, það sem hefur verið pínu erfitt að horfa á Reykvíking og aðra að keyra með snjóinn og hendunum í sjóinn. Þegar við höfum ekki fengið það sem okkur bar, Akkurat. En það er ekki þannig núna. Hér er bara nóg að snjó og einmitt byrjað að snjóa aftur. Já, og ég hef grunn að það verði ekkert, þið fáið alveg örugglega nóg af snjónum, bara vonandi að fólki komist til ykkar til þess að fara á skíðin. Já, við vorum að keyra inn þessar sendingar af snjó núna og nú er bara að ryðja vegi og opna og gera allt tilbúið. Akkurat. Þannig að það er svona planið núna, þannig að allt verði ready. Dásamlegt. Og svo þegar maður kemur inn, þú veist, kaldur af skíðunum og endur nærður svona andlega, hvað gerir maður svo? Já, þá er nú bara að kíkja á eitthvað sem frábæru veitingastöðum eða kíkja á brugghúsi okkar. Þannig að það er nóg að velja, sko. Hvaða brugghús er það? Brugghúsið Dokkan opnaði fyrir rúmlega 3 árum og er fyrsti vestfirski bjórinn. Já. Og mæli með, þeir eru meira að segja með, þeir eru skýrðir eftir staðarheitum á Vestfjörðum. Þannig að þú getur drukkið dynjanda eða fossavatn. Smakkað þessu. Já, þú segir nokkuð. Já, fullt af vinum sem hafa mikinn áhuga þessu ábyggilega. Já, kannski meira en skíðanum, meinaru. Alveg mögulega. Þeir mega alveg vera áfram bara á brugghúsinu og þú getur skellt þér á skíði, sko. Já, akkurat, það er allavega mjög mikilvægt að kannski vera ekki að blanda þessu mikið saman. Nei, við kannski bara gerum annað í einu. Gerum bara eitt í einu, það er gott, það er gott plan. En hvernig er eins og með menningarlífið og svona, er nú náttúrulega búið að COVID, er ekki samt að glæðast? Jú, það er það og við erum svolítið að sjá núna svona ákveðni jákvæðni byrja aftur. Við erum að sjá jákvæðni og hoppa svo beint yfir í hörmungadaga. Þarna? Sem er síðar í mánuðinum á Hólmavík. Já, það er svona bjart yfir þeim. Já, þeir strandamenn eru miklir húmorastar. Þeir halda hamingjudaga að sumri og hörmungadaga að vetri. Já, sko. Og bæði jafn skemmtilegt. Já, en svo sjáum við líka núna að það er búið að tilkynna að aldrei fór í suðurverður páskana, við verðum með skíðavikuna. Við ætlum svona svolítið að eignast páskana. Já. Páskar.is, þeir vísa vestur. Í alvöru? Já, auðvitað. En já, aldrei fór í suður, það verður haldið í vetur. Já, þeir eru búin að tilkynna það verður bara rokk og skemma og fjör. Dásamlegt. Mikið held ég að bara landsmenn allir kætist núna. Já, þetta voru sannarlega góða fréttir. Það er búið erfitt svona að vera án þessara, allra þessara viðburða sem einkennast alltaf Vestfirði. Já. Það er akkurat þannig. Ég meina þetta hefur náttúrulega allt saman bara legið niður í bæði fyrir vestan og alls staðar landi í rauninni. Er eitthvað búið að tilkynna, bönd sem að stíga á stokk? Nei, þeir eru ekki búin að því. En ég er svona vonað að þeir fari að þeir eru farin að funda og svona, ég farin að fylgjast með aðeins úr fjarlægð og tek eftir því, þannig að vonandi styttist í að koma einhverja tilkynningar hvað þeir verði með. Já, enda ekki það skipti öllu máli, ég meina það er nóg að taka og það verður klárlega eitthvað dásamlegt sem að á eftir að tryggja landa. Það verður alltaf fjör. Það er alltaf fjör. Þannig þið eru góð fyrir vestan, sólin er farin að sjást komin yfir fjöllin og nóg að skíðasnjó og það er allt bjart fram undan. Já, heldur betur.
Dásamlegt, þá óska ég bara góðrar helgar og takk fyrir spjallið. Takk sem leiðis.